Góðan dag og verið velkomin á þennan 55. fund sveitarstjórnar Rangárþings Ytra. Og ég ætla að byrja á að fara yfir mætingu og þessi mættir Eggert Valur sem hér stendur, Margrét Harpa, Þórunn Dís og Viðar Már og við erum fulltrúar A-lista. Fulltrúar D-lista Björk Eydís Ingvar-Pétur. Einnig situr fundi Jón Valgeirsson sveitarstjóri, skrifa fundagerð og Ösp Viðarsdóttir sem heldur utan tæknimálin. Ég ætla að óska eftir því við fundin að við dagskrána bætist eitt mál. Það liður 2, það aukafundur í sveitarstjórn vegna fyrri umræðu ársreikning. Og einnig ætla ég óska eftir því við fundin að liðir 14, 15 og 18 verði teknir sem liðir 3, 4 og 5 og aðri liðir munu færast aftar á dagskrána sem því nemur. Þessi geta samþykkt þetta vissulega merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá göngum við til dagskrár og fyrsti liðurinn á dagskráni er samantekt sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Jón. Góðan daginn. Svona nokkri punktar sem gaman að fara yfir í samvættu við síðustu mánuði er að við höfum haldið áfram að funda með Landsvirkjun út af vaðaldaverinu, stilla og slípa mál þar og undirbúa okkur undir svona minnir áttar breytingar og framkvæmdaratriðum og svo framvegis. Og samlega vaðaldaverinu okkar þá var líka mikill fundur á Selfossi með hagaðilum þar sem hafa verið að fara yfir flutningana með myndmilnum og tengdum hlutum frá Þorlákshöfn upp í vaðaldaver sem risavaxið verkefni og verður gaman að fylgjast með þó að næturlagi verði. Og svo líka ákveðin svona greinlegt að það bæði Landsvirkjun og Vegagerðin að leggja á sig ýmislegt til þess að vegir verði betri en ekki verri eftir þessa miklu flutninga sem jákvætt fyrir alla. Nú ég fór á fund með félagi lögfræðinga hjá sveitarfélögum landsins og hann var haldinn á sambandinu sem var fínt þar sem að starfsmenn sambandsins voru að fara yfir ýmis mál sem að tengjast þeirra vinnu sem mjög fróðlegt og það mjög gott að geta speglað okkur inn í þessi flóknu verkefni sem öll sveitarfélög á landinu og sambandið fyrir okkar hönd að glíma við. Síðan var ég beðinn að halda smá ávarp á fagráðstefnu skógræktar 2026 sem var haldið hérna á Hótel Strekta á Hellu. Þetta var bara mjög fjölmenn og fróðleg ráðstefna, náði að sitja með þessi aðeins smá hlutarnar og þarna samankomið ýmsir hagaðilar sem að tengja skógrækt á Íslandi. Nú ég skrapp upp á minn gamla vinnustað á Borg í Grímsnesi þar sem hefur boðið til þess að vera viðstaddur vígslu á nýju skrifstofuhúsnæði og líka settar aðstöðu. Og að því að maður nú suðlendingur og búin að flakka hérna svolítið Suðurlandið gegnum ævina þá gaman að sjá hvað Suðurlandið og þorpin og samfélögin hérna eru öll að vaxa og dafna. Nú síðan rak ég nefið í fjárfundi á aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga og sem nú að fjármagna það sem við þurfum hefur fjármagnað það sem í seinni tíð það sem við þurfum fjármagn til varðandi verkefni okkar og þá stakk ég líka aðeins í nefinu á aðalfund Visit Iceland sem var haldinn í fjárfundi en átti að vera Hótel Rangá en það var náttúrulega vitlaust veður eins og hefur nú stundum verið hérna síðustu vikurnar þannig að þetta leyst svona þannig að það nú hægt að gera ýmislegt þá sem þetta á staðinn. Sama var með gerð nýsköpunarstefnu að þar satt ég fund líka sem að var verið að fara yfir svona ákveðna vinnustofur hvernig nýsköpunarstefnan sett upp og það verður vantarlega að frétta að færa í haust varðandi þetta verkefni. Nú síðan var ég að fundi með fjallskilanefndu landmann og Rangárlaafrétta þar sem að vera að skoða samningsmál og annað varðandi ferðaþjónustu tengda hlutan og sóma þessum nefndum og þeirra frumkvæði að halda þessu gangandi öllu saman. Nú síðan var ég að funda í fjárfundi í bakhópi sambandsins úrgangsmál þar sem var að fara yfir praktísk mál. Við erum búin að tengja þetta mál líka við framkvæmdastjóra Þórsstaða Rangárlasýslu sem held ég sé skynsamlegt líka í þessu máli. Nú svo hérna í sambandi svona innri mál að það náttúrulega á að opna hérna að flytja tvær deildir leikskólans Heklukóts hérna yfir í annan áfanga grunnskólans hérna 21. apríl
og mötunettið líka, þannig að það var svona samnæmingafundur og sem við heldum með svona okkur hérna innan hús og þjónustumiðstöð og skólunum til þess að svona að stilla og slípa. Þannig að þetta er á fullu og þetta verður gaman að sjá hvað þetta verður og svo verður opið húsana sumardaginn 1. í öðrum áfanga sem að þarna ég hvet alla til þess að kíkja við og skoða þetta glæsilega mannvirki okkar. Nú síðan hafa undanfarnar viku verið farið í svona kannski ákveðin mál sem er kannski þarf að vinna í, að það er að vera með starfsmannasamtök hérna á skrifstofunni og hjá forsvarsmönnum stofnana og þetta er mjög gott að spegla verkefni og áskoranir og tækifæri þar sem við erum að glíma við, þannig að því verkefni er lokið. Nú svo að lokum þó það sjáist nú ekki beinni útsendingu því miður að þá ætla ég að vekja athygli á henni Heklu okkar sem er komin hérna á gaflinn hérna í fundarsal sveitafélagsins og við erum búin að finna með þessu út úr því hvar myndi var tekin sem að var svona skemmtileg hugaleik við mig líka. En maður þreytist seint að segja það að þessar náttúruperlur okkar í sveitafélaginu sem að við erum svo rík af að við eigum að halda þeim á lofti og vekja athygli á því hvar þessi djásn okkar eru. En fleira verða ekki. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Jón. Þá fyrir við í lið 2 sem er næstu fundir sveitarstjórnar og það er tillaga um að aukafundur verði haldinn í sveitarstjórnar 29. apríl næstkomandi í kjölfar byggðarráðsfundar þar sem fjalla verður ársreikning sveitarfélagsins fyrir árið 2025 til fyrri umræðu og þar sem aukafund er að ræða verður fundurinn ekki sendur út í beinni útsendingu. Ykkur sem að vilja taka til máls varðandi þessa tillögu sem geta samþykkt afherslumerki, það er samþykkt. Þá förum við í lið 3 sem er þá skipulags- og umferðarnefnd og hún er lögð fram hér fundargerðin til staðfestingar og umræðu. Þessi geta staðfest hana vissulega merki, hún er staðfest. Þá er liður 4 sem er skipulags- og umferðarnefnd einnig og það er hér fyrsti liður sem er Kaldbakur, það eru landskipti Urriðabakki. Það sem nefndi gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti né fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Það er samþykkt. Þá er það Austvaðsholt 1C og 2, staðfesting á merkjalínu. Það sem nefndi gerir ekki athugasemdir við framsetta markalínu í samræmi við samkomulag beggja aðila og leggur til að landskipti verði samþykkt. Það er samþykkt. Þá er það Meiritunga 3, það er landskipti, vegsvæði, viðbót við MT3 vegsvæði. Nefndi gerir ekki athugasemdir við áformu landskipti og leggur til að landskipti verði samþykkt. Það er staðfest. Skógarhólar 2, landskipti Einarsholt 2, Skógarhólar 3 og 4. Nefndi gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrir við heit og lóðum og leggur til að landskipti verði samþykkt. Það er samþykkt. Það er Faxaflatir, landskipti, stækkun Faxaflata 4. Það sem nefndi tekur jákvætt í fyrirliggjandi gögn vegna landskipta en að vísar að öðru leyti bóku nefndarinnar frá nóvember 25 í málu stækkun lóðarinnar Faxaflata 4. Nefndi leggur til að málunum sé frestað. Skilta samþykkt það. Það er samþykkt. Þá er að minna á 4, umsóknum byggingarheimild. Nefndin leggur til að umsækjanda skuli grenndarkynnt hagsmunaaðilum á svæðinu með áherslu á íbúðarsvæðið IB37. Nefndin leggur áherslu á að gengi verður frá deiliskipulagi fyrir svæðið sem fyrst. Það er samþykkt. Þá er að Myrkra borgir, fyrirspurn vegna viðbyggingar. Nefndin leggur til að umsækjanda skuli grenndarkynnt hagsmunaaðilum á svæðinu með áherslu á svæðið milli landvegar og frístundasvæðisins F37. Nefndin leggur áherslu á að gengi verður frá deiliskipulagi fyrir svæðið sem fyrst.
Geta sagði þetta, það er samþykkt. Þá er hér Búðafossvegur, framkvæmda leyfi. Nefndin hefur kynnt sér framkvæmda leyfis umsóknin á önnur framlögð gögn og telur framkvæmdina sem lýst er í umsókn og framlögðum skjölum verið í samræmi við skipulagsáætlanir, matsskyldu fyrirspurnir, matsskyldu ákvarðanir og önnur fyrirliggjandi gögn, þar með talið greinargerð vegagerðarinnar með framkvæmda leyfis umsókninni. Þá liggja fyrir drög að sameiginlegri greinargerð Rangárþings ytra og Skeið- og Gnúpverjahrepps sem leyfis veitanda vegna framkvæmdarinnar frá 8. apríl 2026 þau atriði sem meta skal við afgreiðsluna. Samkvæmt 13. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. 5. málsgrein 13. greinar eldri laga mat á umhverfisáhrifum nr. 106 frá 2000 og 27. greinar laga nr. 111 frá 2021 með hliðsjón af þeim kröfum sem gerðar eru til greinargerðar leyfis veitanda vegna matsskyldra framkvæmda samkvæmt 27. grein laga nr. 111 frá 2021 og 13. grein eldri laga mat á umhverfisáhrifum nr. 106 frá 2000. Þar sem framkoma skilyrði og mótaðis aðgerðir vegna framkvæmdarinnar. Skipulags- og umferðarnefnd leggur til við sveitarstjórn að fyrirliggjandi drög að greinargerð leyfis veitanda vegna framkvæmdarinnar frá 8. apríl 2026 verði samþykkt í endanlegri útgáfu sinni sem umsögn sveitarstjórnar framkvæmdarleyfis umsóknina og fallist verði á útgáfu framkvæmdarleyfis vegna framkvæmda lagningar Búðafossvegar og nýrrar brúar yfir Þjórsá í samræmi við fyrirliggjandi umsókn vegagerðarinnar og önnur fyrirliggjandi gögn. Nefndin telur brýna nauðsyn bera til framkvæmdana vegna mikilvægra almannahagsmuna með vísan til þess að afar áreiðandi sé að tryggðar séu greiðar og öruggar samgöngur á þessu svæði og á milli sveitafélagana sem er grundvallarmarkmið framkvæmdarinnar. Nefndin telur tilgang framkvæmdarinnar þýðingamikinn vegna almannaheilla. Einnig telur nefndin að í fyrirliggjandi gögnum sé næg grein gerð fyrir framkvæmdina eins og hún liggur fyrir umfram aðra valkosti og telur ekki með góðu móti undan á tilgangi framkvæmdarinnar með umhverfisvænni leiðum og telur tilgang framkvæmdarinnar vega þyngra en þau umhverfisáhrif sem framkvæmdin hefur. Máli verður tekið sérstaklega fyrir á þessu fundi á eftir. Þá er það Kaldárholt, framkvæmdaleyfi til borunar staðfesta, já við þurfum að staðfesta, já, en það er ekki bókað, já, hérna skipulagsumhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn, þessi geta staðfest þetta við svolítið merki, það er staðfest. Þá er það Kaldárholt, framkvæmdaleyfi til borunar eftir heitu vatni, þar sem framkvæmdin er tilkynningarskyld samkvæmt lið 3.17 í viðauka í lögum nr. 111 frá 2021 skal liggja fyrir ákvörðun skipulagsstofnunar matsskyldu framkvæmdar áður en framkvæmdaleyfi gefið út. Álit skipulagsstofnunar liggur ekki fyrir. Skipulags- og umferðarnefnd leggur til að erindunum verði frestað þar til álit skipulagsstofnunar liggur fyrir, leyfi Fiskistofu liggur fyrir og greining framkvæmdar aðila samkvæmt 1. málsgrein 27. greinar laga nr. 111 frá 2021 liggi einnig fyrir. Skildi sagði þetta, það er samþykkt. Það er Landeyjavegur, framkvæmdaleyfi vegna enduruppbyggingar vegar. Skipulags- og umferðarnefnd leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfi að teknu tillit til 5. greinar reglugerðar framkvæmdaleyfi. Nefndin leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að ræða við vegagerðina lagningu reiðileiðar samhliða framkvæmdinni. Það er samþykkt. Þá er að Vaðfitjanáma, umsókn og framkvæmdaleyfi. Nefndin leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfi að teknu tillit til 5. greinar reglugerðar framkvæmdaleyfi. Það er samþykkt. Hagi 2C, beiðni deiliskipulag. Nefndin samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmi stefnu aðalskipulags. Það er samþykkt.
Oddspartur, breyting í aðalskipulagi, óveruleg. Skipulagsumferðarnefnd leggur til að gerð veri breyting á aðalskipulagi og texti leiðréttur í samræmi við framlögð gögn. Nefndin telur óverulega breytingu sé að ræða og verður því farið með málið í samræmi við 2. málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 þar sem breytingin hefur óverulega áhrif á aðra en hluta eigandi lóðar eigendur innan verslunar og þjónustu svæðisins VAFþ 41. Nefndin leggur til að breytingi verði kynnt nærliggjandi hagsmunaaðilum. Það er samþykkt. Það var oddspartur, breyting á deiliskipulagi. Nefndin samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmi stefnu aðalskipulagsins. En tilheyrandi breyting er hafin á aðalskipulagi. Nefndin samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst. Hún er samþykkt. Galtalækja skógur, breyting á deiliskipulagi. Nefndin leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingu víkur að engu leyti frá notkun nýtingar hlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. En tillagan skuli jafnframt grenndarkynnt öðrum hagsmunaaðilum á svæðum F43 og F82. Það er samþykkt. Það var að Selás, breyting á byggingamagni, Selás E6. Nefndin samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmi stefnu aðalskipulags. Nefndin telur að þegar kemur að auglýsingu tillögu verði hún jafnframt grenndarkynnt til annarra lóðarhafa og hagsmunaaðila innan svæðis. Það er samþykkt. Mörk sveitarfélagsins gagnvart Skeiða og Gnúpverjahreppi. Nefndin leggur til að gerð verði breyting á sveitarfélagamörkum í samræmi við meðfylgjandi tillögu. Nefndin leggur til að öllum aðliggjandi lóðar og jarðar eigendum sem að mörkunum koma verði send tillagan og verðum grenndarkynningu að ræða. Ef kostur skal kynning verða samræmd við Skeiða og Gnúpverjahrepp. Það er samþykkt. Ferjufit, stækkun efnistöku svæðis, breyting á aðalskipulagi. Nefndin hefur farið yfir umsagnaraðila. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga og send Skipulagsstofnun. Það er samþykkt. Það var á Tungnáreyrar, stækkun efnistöku svæðis, breyting á aðalskipulagi. Nefndin hefur farið yfir umsagnaraðila. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga og send Skipulagsstofnun. Það er samþykkt. Það var að Faxaflatir, breyting í aðalskipulagi. Nefndin hefur farið yfir framkomnar umsagnir og athugasemdir Skipulagsstofnunar. Nefndin samþykkir tillöguna til auglýsingar í samræmi við 31. grein skipulagslaga en áður verði hún kynnt í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar sömu laga. Það er samþykkt. Það var að Svínhagi, L7, L8A, breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Nefndin hefur farið yfir framkomnar umsagnir og athugasemdir Skipulagsstofnunar. Skipulags- og umferðarnefnd samþykkir tillöguna til auglýsingar í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 áður verði hún kynnt í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar sömu laga. Það er samþykkt. Hagi við Selfjall 2, breyting á landnotkun í landbúnað. Nefndin hefur farið yfir umsagnaraðila. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga og send Skipulagsstofnun. Það er samþykkt. Svo er hér reiðleiðir á og kringum Hellu, breyting í aðalskipulagi.
skipulags- og umferðarnefnd leggur til að sýndar leiðir verði samþykktar og færðar undir aðalskipulag við endurskoðun þess. Nefndin felur skipulagsfulltrúa að heimila Landssambandi hestamanna aðgang að umræddum upplýsingum til birtingar og kortasjá félagsins og til uppfærslu á kortasjá sveitafélagsins. Skipta saman það er samþykkt. Það er aldamótaskógur, melaskógur, deiliskipulag. Nefndin samþykki framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Samþykkt það er samþykkt. Þá er það íþrótt- og útivistarsvæði á Hellu, hönnun, lagt fram til kynningar. Nefndin leggur til að haldi verði vinnufundur útfærslu skipulagssvæðisins. Þú eru að samþykja þetta eitthvað? Gerðu svo vel, Ingvar. Já, oddviti, ég bara hlindur því að þessi vinnufundu fari fram en vildi bara leggja áherslu á að sveitarstjórnin yrði boðið á hann líka. Það er þannig gagn sem við erum að segja fyrst skipti og væri í rauninni áhugavert fyrir okkur og tímabært að fá kynningu á þessari vinnu sem hefur átt sér stað þarna. Þannig að það var nú það sem ég vildi segja. Tek undir þetta með Ingvari, það verði skipulagsnefnd og sveitarstjórn. Kannski bæta því bara inn sem sérstaklega bókun. Ég veit ekki hvort þetta næst á þessu kjörtímabili, en það verður að koma í ljós. Hvar erum við hérna? Allir sammála því að búa sveitarstjórn og nefndin á fundin, samþykkt samhljóða. Sigöldu Gljúfur, nefndin samþykkir lýsinguna til kynningar. Kynning skal standa fram til 30. apríl næstkomandi. Allir sammála því. Stenkusel, breyting á deiliskipulagi. Nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breyting á auglýstri tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. greinar skipulagslaga. Geta samþykkt það. Það er samþykkt. Þá erum við búin með þessa fundagerð og förum í þá næstu sem er fundagerð umhverfis, hálendis og samgöngunefndar. Og hún er bara lögð fram í heild sinni til staðfestingar og umræðu sem geta staðfest á fundagerðum sem gefa merki. Og það er staðfest. Samhljóða. Þá förum við í næsta lið sem er Búðafossvegur, framkvæmdaleyfi. Og lögð er fram umsókn Vegagerðarinnar framkvæmdaleyfi fyrir lagningu Búðafossvegar 23 ásamt nýrri brú yfir Þjórsá. Og sveitarstjórn hefur kynnt sér framkvæmdaleyfis umsóknina og önnur gögn. Auk þess sem sveitarstjórn hefur látið taka saman greinargerð í samræmi við 13. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 vegna framkvæmdarinnar. Dagsett 10. apríl 2026 sem liggur fyrir í gögnum málsins. Sveitarstjórn samþykkir framlagða greinargerð sveitarfélagsins í samræmi við 13. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010, 5. málsgrein 13. greinar eldri lag mat á umhverfisáhrifum númer 106 frá 2000 og 27. grein laga númer 111 frá 2021 með hliðsjón af þeim kröfum sem gerðar eru til greinargerðar leyfis veitanda vegna matsskyldra framkvæmda samkvæmt 27. grein laga númer 111 frá 2021 og 13. grein eldri lag mat á umhverfisáhrifum númer 106 frá 2000
sem umsögn sveitarstjórnar framkvæmda leyfis umsóknina og að í henni felist rökstuðningur sveitarstjórnar. Samkvæmt 5. málsgrein 61. greinar náttúruverndarlaga, númer 60 frá 2013, auk þess sem sveitarstjórn vísa til umsagnar umhverfis, hálendis og samgöngunefndar. Sveitarstjórn hefur, eins og nánari gerð grein fyrir og rakið í greinargerð sveitarfélagsins, kynnt sér umsókn og greinargerð framkvæmdaraðila og önnur framlögð gögn og telur framkvæmdina sem lýst í umsókn og framlögðum skjölum verið í samræmi við skipulagsáætlanir, matsskyldu fyrirspurnir og matsskyldu ákvarðanir og önnur fyrirliggjandi gögn, þar með talið greinargerð vegagerðarinnar með framkvæmdaleyfis umsókninni. Nefndin telur brýna nauðsyn bera til framkvæmdana vegna mikilvægra almannahagsmuna með vísan til þess að afar áreiðandi sé að tryggða séu greiðar og öruggar samgöngur á þessu svæði og á milli sveitarfélagana sem grundvallarmarkmið framkvæmdarinnar. Nefndin telur tilgang framkvæmdarinnar þýðingamikinn vegna almannaheilla. Já, ég var nú að lesa þetta upp áðan þegar ég fór yfir fundargerð nefndarinnar, þannig að ég ætla að stytta þetta aðeins. Og förum hérna í ákvæðslu sveitarstjórn telur að í fyrirliggjandi gögnum sé sýnt fram á brýna nauðsyn beri til framkvæmdana vegna mikilvægra almannahagsmuna og í fyrirliggjandi gögnum sé einnig gerð næg grein fyrir framkvæmdinni umfram aðra valkosti og telur ekki með góðu móti unnt að ná tilgangi framkvæmdarinnar með umhverfisvænni leiðum og telur tilgang framkvæmdarinnar vega þyngra en þau umhverfis áhrif sem framkvæmdin hefur, rétt eins og framangreindir nefndir á vegum sveitarfélagsins. Með vísan til rökstuðnings í greinargerð sveitarstjórnar í samræmi við 13. grein skipulagslaga og eldri lag mat og umhverfis áhrif nr. 106 frá 2000 og 27. greina laga nr. 111 frá 2021 samþykkir sveitarstjórn að gefið verði út framkvæmdaleyfi í samræmi við framlagða umsókn framkvæmdaleyfi fyrir Búðafossvegi með þeim skilyrðum og mótvægis aðgerðum sem framkom í greinargerð sveitarfélagsins og nánari gerð grein fyrir í öðrum framlagðum gögnum varðandi vöktun og frágang framkvæmdarinnar. Skipulagsfulltrúi fer með eftirlit með framkvæmdinni og því að öllum skilyrðum sem framkvæmdina hafi verið sett sé framfylgt og hún sé í samræmi við leyfi og fylgigögn leyfis. Skipulagsfulltrúi skal skila af sér skýrslu til sveitarstjórnar framkvæmd eftirlitsins fyrir lok hvers áfanga framkvæmdarinnar. Verði skilyrðu vegna framkvæmdarinnar ekki framfylgt, ásigkomulag, frágangi, notkun eða umhverfi framkvæmdar eða eigin eftirliti framkvæmdaraðila ábótavant eða stafi að framkvæmdinni hætta, skal skipulagsfulltrúi tilkynna sveitarstjórn þarum. Þá skal skipulagsfulltrúi gera grein fyrir frávikum og tilkynna framkvæmda aðila skriflegum frávik og kröfu til úrbóta. Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúi að uppfylltum framlögðum skilyrðum að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við framangreint, ákvæði skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og ákvæði reglugerðar nr. 772 frá 2012. Svo mörg voru þau orð. Er ykkur sem vilja taka til máls? Þá ætlum ég að bera þetta upp. Þess að geta samþykkt þetta við sem það gefa merki. Samþykkt samhliða. Þá erum við hér í lið 7 sem er Hvammsvirkjun, það er framkvæmdaleyfi vegna breyting á Búrfellslínum 1 og 3. Það sem er lögð fram umsókn Landsnets framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmdu við færslu á Búrfellslínu 1 og tímabundis masturs í Búrfellslínu 3 dagsett 28. janúar 26. Sveitarstjórn hefur kynnt sér framkvæmdaleyfis umsóknina og önnur gögn auk þess sem sveitarstjórn hefur látið taka saman greinargerð í samræmi við 13. grein laga mat á umhverfis áhrifum nr. 106 frá 2000 og 14. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010
vegna framkvæmdarinnar dagsett 13. mars 2026 sem liggur fyrir í gögnum málsins. Sveitarstjórn samþykki framlagða greinargerð sveitarfélagsins í samræmi við 13. grein laga mat á umhverfisáhrifum nr. 106 frá 2000 samanber 14. grein skipulagslaga. Sem umsögn sveitarstjórnar framkvæmdaleyfis umsóknina og að í henni felist rökstuðningur sveitarstjórnar samkvæmt 5. málsgrein 61. greinar náttúruverndarlaga nr. 60 frá 2013 auk þessi sveitarstjórn vísa til umsagnar umhverfis hálendis og samgöngunefndar. Sveitarstjórn hefur, eins og nánari gerð grein fyrir og rakið í greinargerð sveitarfélagsins, kynnt sér umsókn framkvæmdaraðila, auk greinargerðar, matsskýrslu og önnur framlögð gögn og telur framkvæmdina sem lýst í umsókn og framlögðum skjölum verið í samræmi við skipulagsáætlanir, matsskýrslu, úrskurði og ákvarðanir vegna umhverfismats framkvæmdana. Virkjunarleyfi ásamt heimild til breytingar og vatnshlótum og önnur fyrirliggjandi gögn, þar með talið greinargerð Landsnets með framkvæmdaleyfis umsókninni. Sveitarstjórn telur að í fyrirliggjandi gögnum sé sýnt fram á að brýna nauðsyn beri til framkvæmdana vegna mikilvægra almannahagsmuna og að í fyrirliggjandi gögnum sé einnig næg grein gerð fyrir framkvæmdinu umfram aðra valkosti. Tekur sveitarstjórn undir það mat umhverfis- og orkustofnunar í fyrirliggjandi virkjunarleyfi ásamt heimild til breytinga á vatnshlótum dagsett 12. desember 2025 að ekki sé með góðu móti unnt að ná tilgangi framkvæmdarinnar með umhverfisvænni leiðum rétt eins og framangreinda nefndir á vegum sveitarfélagsins. Með vísan til rökstuðnings í greinargerð sveitarstjórnar í samræmi við 13. grein laga mat á umhverfisáhrifum og 14. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 dagsett 13. mars 26 samþykki sveitarstjórn að gefa verið út framkvæmdaleyfi í samræmi við framlagða umsókn og framkvæmdaleyfi fyrir Hvammsvirkjun með þeim skilyrðum og mótvægis aðgerðum sem framkom í greinargerð sveitarfélagsins og nánari gerð grein fyrir í öðrum framlagðum gögnum varðandi vöktun og frágang vegna framkvæmdarinnar. Skipulagsfulltrúi fer með eftirlit með framkvæmdinni og því að öllum skilyrðum sem framkvæmdina hafa verið sett sé framfylgt og hún sé í samræmi við leyfi og fylgigögn leyfis. Skipulagsfulltrúi skal skila af sér skýrslu til sveitarstjórnar framkvæmd eftirlits fyrir lok hvers áfanga framkvæmdarinnar. Verði skilyrðum vegna framkvæmdarinnar ekki framfylgt ásigkomulag, frágangi, notkun eða umhverfi framkvæmdar eða eigin eftirliti framkvæmdaraðila ábótavant eða stafi af framkvæmdinni hætta skal skipulagsfulltrúi tilkynna sveitarstjórn þarum. Þá skal skipulagsfulltrúi gera grein fyrir frávikum og tilkynna framkvæmdaraðila skriflega frávik og kröfur til úrbóta. Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúi að uppfylltum framlögðum skilyrðum að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við framangreint ákvæði skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og ákvæði reglugerðar nr. 772 frá 2012. Einhverjum sem vilja bæta við þetta? Svo ekki að allir byrjað upp þess að geta samþykkt þetta, vinsækja á merki, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið 8 sem er ráðning markas og kynningafulltrúi, það er ráðning, það er hér, liggur hér fyrir tillaga ráðningu markas og kynningafulltrúi Rangárþings ytra. Þar sem að lagt er til að Helga Guðrún Lárusdóttir verði ráðin í starfið. Ég ætla ekki orðið lust. Það er enginn sem hefur hvatt sér hljós, þannig að við ætlum að leggja til að Helga Guðrún verði ráðin í starfið og þakka umsækjendum sem sóttu starfið fyrir áhuga starfinu en margar ágætar umsóknir bárust starfið. Þessi geta samþykkt af þess að leggja merki að samþykkt samhljóða. Þá liður 9 sem er ósk leigu á landi
úr Hábæ 2A sem lögðu fram beiðni Veronika Eberl að leigja tún í Þykkvabænum úr landi Hábæs 2A, landnúmer 191-441 til skammtíma leigu sumar 2026 sem beiti hól fyrir það byrja 6 hross. Ykkur sem vil taka til máls, þessi geta samþykkt af þess að leggja merki, það er samþykkt. Þá er liður 10 sem er stefna opinbera þjónustu sem er lagt fram hér til kynningar. Stefnan er unnin af fjármál- og efnahagsráðuneytinu í samvinnu við samband íslenskra sveitarfélaga. Þetta er lagt fram hér til kynningar. Þá er liður 11 sem er tillaga fulltrúa D-lista uppfærða tímalínu vegna framkvæmda við stækkun skólasvæðis og Hellu. Viljið þið fylgja því eftir, gerum svo lingvar? Já, oddviti var nú nánast búinn að lesa upp alla tillöguna en tillagan hljóðar svo: fulltrúar D-lista óska eftir uppfærðri tímalínu vegna framkvæmda við stækkun skólasvæðisins á Hellu og hún verður lögð fyrir næsta reglubundna fund byggðarráðs. Við teljum að það sé mikilvægt að þessi tímalína liggi fyrir, að það sé á blaði hvenær standi til að bjóða út glugga og ýmislegt annað. Þannig að það sé svona ákveðið gegnsæi í því og ég held að það sé bara hollt fyrir okkur að hafa þessar upplýsingar og ekki síst fyrir fjármálastjórann sem að þarf að tryggja að það sé hægt að borga reikningana. Þannig að já, tillagan liggur fyrir. Takk fyrir það, Ingvar. Fríðir tillaga og ég ætla að leggja til að vísumenn inn í framkvæmd og eignarnefnd og framkvæmd og eignarnefnd fundar áður. Er það ekki heldur byggðarráð fundar, þannig að það ætti að liggja, við ættum að taka hana þar inn og í framhaldinu fyrir þá inn í byggðarráð. Þessi getur samþykkt að mér sem ekki, það er samþykkt. Já, svo þá er að liður 12 og það er tillaga fulltrúa D-lista að ráðast í úttektum á byggingarstígi húsa og það er lagt fram hér minnisblað byggingafulltrúa vegna fyrirspurnar úttekt á byggingarstígi húsnæðis. Veitum ekki alveg hvort að þetta sé rétt. Þetta er auðvitað tillaga frá þeim og við þurfum að afgreiða hana sem slíka. Já, nakkur er þá, þetta er bara orða villa. Já. En í það minnsta, Ingvar, viltu koma, gjör svo vel. Já, þetta er sem sagt, það var tillaga frá okkur að ráðast þarna í ákveðna úttekt og við vorum að spyrjast fyrir það á síðasta fundi og hér liggur fyrir þetta minnisblað. Að vísu er það ekki undirritað, við veitum ekki alveg hver vann þetta en það er kannski aukaatriði. En ég ætlaði bara að segja áhugavert að fá þessi gögn og þessar upplýsingar en það stendur eftir sem áður þessi tillaga okkar að það verði ráðist í þetta átak en upplýsingarnar eru góðar sem að konur eru fram. Gott mál, ég ger nú bara ráð fyrir því að við erum bara með einn byggingafulltrúa hérna á vegum okkar, þannig að þetta hlýtur að vera Stefán sem að hefur unnið þetta, þó hann hafi ekki kvittað undir það. Þá ætla ég að þá förum við í lið 13 sem eru fyrirspurnir frá D-lista og þar eru hérna í nokkrum liðum og ég held að og sem sagt svörin við þessum fyrirspurnum eru liggja fyrir og ég ætla ekki að fara í smáatriðum yfir hvert einasta svar, heldur bara að opna fyrir umræðu þetta og gefa orðið laust. Gerum svo, Ingvar.
Já, Oddviti, bara eins og áðan þakka fyrir upplýsingarnar eins og Oddviti nefndi, þá eru þetta nokkuð marga fyrirspurnir og nokkuð mörg svör. Ég ætla ekki efnislega í þessari ræðu, bara mikilvægt að fá þetta fram og áhugavert og boða hérna bókun, eina bókun þá undir þessum lið sem að ég fæ þá vantarlega að lesa upp á eftir. Takk fyrir það einhver. Eru einhverju fleiri sem að vilja eitthvað ræða þessi mál eða þetta eitthvað frekar? Ef svo ekki, þá held ég að sé geti neina býð einhver heldur en bara að þú leggir fram þína bókun. Gjör svo. Já, Oddviti, bókunin er svo hljóðandi. Fulltrúa D-lista þakka fyrir umbeðnar upplýsingar. 20 svörum vekur athygli, annars vegar að lögfræðikostnaður ársins 2000... Bittu nú við, nú fröst talvan. Dæmi gert. Já, hún er að uppfæra sig. Ég verð kannski... Er þetta hana? Já, ok. Annars vegar að lögfræðikostnaður ársins 2025 hafi verið 28,5 miljón, en ef frá dregin kostnaður vegna Hvammsvirkjunar sem fæst endurgreiddur kostnaðurinn tæplega 90 milljónir. Heildar lögfræðikostnaður á árunum 2022 til 2025 rúmar 58 milljónir. Þar á rúmar 18 milljónir vegna nýra virkjana. Af þessum 58 milljónum unnu lögmenn Suðurlands fyrir tæpa 50 milljónir, Lex fyrir rúma 4 milljónir, Magna lögmenn fyrir 2,7 milljónir og aðrir fyrir milljón samanlagt. Aðkeypt lögfræðikostnað umfram kostnað vegna virkjana er að meðaldalum 10 milljónir króna á ári, árunum 22 til 25. Hins vegar hefur stöðugildum og starfsfólki fjölgað umtalsvert, þannig hefur fjölgað 15 stöðugildi hjá skólum Odda BS á kjörtímabilinu úr 98,3 í 113,3 stöðugildi, eða 15,2% og munar það mest 12,9 stöðugildi sem bastaða við í grunnskólanum. Þá hefur öðrum stöðugildum fjölgað úr 27,2 árinu 2022 í 32,1 árinu 2025, tæplega 5 stöðugildi eða 18%. Þar munar mest 2,3 stöðugildi á skrifstofu sveitarfélagsins. Stöðugildum hefur fjölgað talsvert umfram íbúafjölgun sem 11,5% á síðustu 4 árum. Og við setjum þetta fram að því að okkur fannst ástæða til þess að draga þessar upplýsingar fram. Kemur engin sérstök gagnrýni fram í þessu, en auðvitað er þetta áhyggjuefni að svona mikil fjölgun skuli eiga sér stað, og það er líka áhyggjuefni að við þurfum að verja svona miklum fjármunum í aðkeypta lögfræðiþjónustu. Svo ekki sem er sagt. Takk fyrir það einhver. Ég tek alveg undir með þér, þetta er bara fínar upplýsingar og mjög gott að fá þetta fram og ekkert nema bara gott það að segja. Það eru ýmsar ástæður fyrir þessu. Ég ætla ekki að fara í smáatriðum ofan í það, en ég ætla að leggja fram bókun frá okkur sem að hljóðar svo: Aukin lögfræðikostnaður á kjörtímabilinu skýrist fyrst og fremst af því að sveitarfélagið hefur verið að vinna stærri, flóknari og áhættumeiri mál en áður. Þar vegur þungt meðferð kærumála, álitaefnum stjórnsýslu og lagalega úrlausnarefna sem ekki er ábyrgt að afgreiða án sérhæfðar ráðgjafar. Í slíkum málum er fagleg lögfræði ráðgjöf ekki óþarfa útgjaldaliður heldur nauðsynleg vörn fyrir hagsmuni sveitarfélagsins. Óvönduð málsmeðferð getur orðið mun dýrari síðar, hvort sem er vegna tafa á ákvörðunum eða öðrum ágreiningi. Áhersla fulltrúa álistans er áfram sem hingað til á ábyrga fjármálastjórn og að fjármuni nýtist til að styðja við grunnþjónustu og auka við lífsgæði íbúa. Þetta snýr að þessu lögfræði kostnaði varðandi stöðugildin, að þá ætlum við að bóka líka örstutt. Það er erfitt fyrir fulltrúa álista að meta hvort í bókun D-lista felist gagnrýni á fjölgun stöðugilda á skrifstofu eða hvort D-listin er að vekja sérstaklega athygli á eigin verkum. Fjölgun stöðugilda á skrifstofu hefur verið samþykkt samhljóða á kjörtímabilinu.
Það hefur verið stefna meirihlutans að styrkja stjórnsýslu sveitarfélagsins. Þar má nefna aukið álag og skipulagssvið og markvissar áherslur í málefnum íþrótta og fjölmenningamála. Þessar ákvarðanir hafa verið teknar með það að markmið að styrkja þjónustu við íbúa og mæta breyttum þörfum samfélagsins. Fjölgun stöðugildi í skólum sveitarfélagsins skýrist fyrst og fremst af fjölgun nemenda á sama tímabili. Nemendum hefur fjölgað að minnstakosti 15% á kjörtímabilinu og því eðlilegt og ábyrgt að þjónusta og mönnun í skólunum þróist í takt við þá aukningu. Markmið meirihlutans að tryggja gæði skólastarfs og viðunandi vinnuumhverfi starfsfólks samhliða þessari ánægjulegu þróun. Og undir þetta skrifum við fulltrúar álista. Já, gerðu svo vel. Komið. Þá framhöldum við fundi. Þessi mál, þessi liður 13, þetta er ekki afgreiðslumál, heldur voru þessar fyrirspurnir lagðar fram til kynningar og svo þessar bókanir sem var verið að lesa upp hérna áðan. Við förum í lið 14 sem er Hvammsvirkjun, E34, það er efnistaka, það er beiðni umsögn vegna starfsleyfis.
þar sem heilbrigðiseftirlit Suðurlands óskar eftir umsögn vegna starfsleyfis fyrir efnistöku við Þjórsá E34 og efni úr námunni Haugsett á svæði E65 að hálfu Landsvirkjunar í Rangárþingi ytra. Umsóknin barst 23.3.26 og það er tillaga að við gerum ekki athugasemdir við útgáfu þessa starfsleyfis. Skilta saman þetta. Það er samþykkt. Þá erum við lið 15 sem er til umsagnar frá nefndasviði Alþingi. Það er hér umsagnarbeiðnir vegna einföldunar regluverks og aukin skilvirkni eftirlits með hollustuháttum og mengunarvörnum og fleiru lagt fram til kynningar. Þá erum við lið 16 sem er byggðar á Rangárþings ytra og við gerum þetta eins og venjulega. Við tökum út úr fundargerðin þar sem við teljum að þurfa að afgreiða sérstaklega og tökum svo fundargerðina í heild sinni þegar við höfum afgreitt þá liði. Og það er hér þá fyrst persónuverndarstefna. Það er lögð fram endurskoðuð persónuverndarstefna fyrir Rangárþing ytra. Ég ætla ekki orðið laust hana. Sem geta samþykkt hana að vinstri það er samþykkt. Þá er hér leigusamningur á milli golfklúbbsins og tengd mál, það sem var lagður fram viðauki við leigusamning á milli sveitarfélagsins og golfklúbbsins heimild til framleigu til golfklúbbsins vegna svæðis undir fjarskiptamastur. Og þessi geta samþykkt hana viðauka vinstri það er samþykkt. Þá er það Dynskállar 45, það er lagður fram samningur á milli olíudreifingar og Rangárþings ytra skil á lóðinni Dynskállar 45 en þeir fái á móti aðstöðu á hluta af lóðinni Dynskálum 53. Þessi geta samþykkt það er samþykkt. Þá er það sveitarstjórnarkosningar 2026 og það er tillaga að kjörstað fyrir sveitarstjórnarkosningarnar þann 16. maí 26 verði grunnskólanum að Hellu og kjörstaður verði opinn á milli 9 og 22 og jafnframt að öllum framboðum verði veitt endurgjaldslaus afnot af fundaraðstöðu sveitarfélagsins í námsverin á Hellu, íþróttahúsinu í Þykkvabæ og menningarmiðstöðin á Laugalandi vegna undirbúnings sveitarstjórnarkosninga. Samþykkt það er samþykkt. Þá er hér gjaldskrá íþróttamiðstöða, það sem lögð fram til að breytinga á gjaldskrá íþróttamannvirkja að notendur 16 ára og eldri sem nota íþróttahús sveitarfélagsins á vegum annarra en viðurkenndir æskulýðs og íþróttafélaga greiði fyrir aðgang af sölum íþróttahúsa samkvæmt gjaldskrá íþróttamiðstöðva. Gjaldið til að fá aðgang í salina miðast við gjaldskrá fyrir aðgang í sund og geta notendur nýtt sér sundlaugin eftir tíman ef hún er opin. Þá er lagt til að gjaldskrána verði breytt þannig að börn frá 0 til 9 ára fá frítt í sund og börn frá 10 til 15 ára greiði óbreytt gjald. Tímakort verði einnig uppfærið gjaldskrá með tillit til aldurs. Lagt er til að tillögurnar verði samþykktar og þær taki gildi frá og með 15. apríl næstkomandi. Það er samþykkt. Og þá er það fundargerð byggðar á þessu öðru leyti sem geta staðfest hana vísilegjamerki. Það er staðfest. Þá er það fjölmenningarráð. Fjölmenningarráð og það er hér verið að fjalla fjölmenningarhátíð sem að stend til að halda núna 9. maí á Hellu og það er tillaga bókunum að sveitarstjórn hvetur íbúa til að mæta fjölmenningarhátíð sem haldið verður í íþróttahúsinu á Hellu laugardaginn 9. maí næstkomandi frá 14 til 16. Geta samþykkt það er samþykkt og svo var hér kynning á fyrirhugum barnar menningadögum 23. apríl á Suðurlandi
Ég er nú svo slappur í enskuna, ég er nú ekki að lesa þetta sko. Presentation of Planet Children, eitthvað, Cultural Days on April 23 in South Iceland. Þessi geta samþýtt að sveitarstjórn hvetji börn og foreldri þáttöku á barnamenningarhátíð sem haldur verður 23. apríl næstkomandi gefur merki. Það er samþýtt. Og öðru leyti að fundargerð lögð fram til kynningar. Þá er að heilsu íþrótt og tómstundanefnd. Nú, já, það er hérna fjölmenningarráð 8. fundur. Fundargerð lögð fram til kynningar. Einhverjum sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá er að 19. liður heilsu íþrótt og tómstundanefnd. Það er hér félagsmiðstöðin Hellirinn, það er skýrsla. Það sem umsjónarmaður félagsmiðstöðar fór yfir skýrslu og ræddi starfsemina og nefndi þakkaði fyrir yfirferðina og það er til að sveitarstjórn lýsi yfir ánægju sinni með starfsemi félagsmiðstöðarinnar Hellisins á liðnu ári. Skylda samþykkt það. Það er samþykkt. Og svo er hér skipulag íþróttahúsa vegna þorrablóta þar sem að forstöðumaður íþróttamannverkja fór yfir nýja tillögu skipulags vegna þorrablóta í íþróttahúsum og það er tillaga að við samþykjum að þessar tillögur verði samþyktar. Skyldi samþykkt það. Samþykkt. Svo voru lagðar fram aðsóknartölur íþróttamiðstöða, það er lagt fram til kynningar hér og opnunartímar sundlauga. Það sem forstöðumaður íþróttamannverkja lagði til opnunartíma sundlauga sumarið 26 sem að lagð var til breyting fyrir sundlaugin á Laugalandi að sumaropnu verði frá 1. júní til 16. ágúst í stað 9. ágúst og nefndin hvatti forstöðumaður að setja myndir og færslureglu á Facebook og Instagram síður íþróttamiðstöð og deil og íbúa síður. Kemur nú ekkert fram hérna nákvæmlega hver opnunin á að vera nema dagsetningin. Það kemur skjali. Þannig að Ingvar ástu byggðum orðið. Gjörðu svo vel. Já, oddviti, það er lagt þarna til að sundlaugin á Laugalandi verði opin á föstudögum, laugardögum og sundlaugum frá 5. júní til 16. ágúst. Ég myndi vilja leggja til að við myndum endurskoða þetta og reyna þá að fjölga þessum dögum. Það er töluvert kvartað yfir því að sundlaugin upp frá sé lítið opin og það er spurning hvort að við þurfum ekki að taka eitthvað snúning á því eða hvort við viljum afgreiða það hér en ég myndi allavega vilja að við skoðum það aðeins betur og ígrundaðar hvort að við getum ekki eitthvað aðeins aukið þjónustuna hann frá með meiri opnun. Takk fyrir Ingvar. Mér hugnast illa að taka fram fyrir hendurnar á nefndinni en ég get alveg fallist á það að fresta afgreiðslunni og senda málið aftur til nefndarinnar til endurskoðunar og ég held að það sé ég geri það til hugminni. Þannig að ég legg til að við frestum afgreiðslunni og vísum málinu aftur til íþrótta- og heilsunefndar til frekari skoðunar. Allir sáttu við það? Samþykkt samhliða. Þá er það skipulag Sundlaugabakka þar sem að lágu fyrir tillögur að skipulagi Sundlaugabakka á Hellu þar sem nefndin þakkaði fyrir tillögurnar. Ég held að þessar tillögur hafi verið unnar af forstöðumanni og ljóst er að endurnýjunar er þörf á innrauðaklefurum á Hellu en vegna mikillar ásóknar er mikil viðhaldsþörf og núverandi klefi annar ekki slíkri notkun. Hugmyndin styður vel við þróun skipulags íþróttamiðstöðvar og nefndin leggur til að ráðist verði að kostnaðargreina verkefnið og nefndin leggur til að sambærileg tillaga verði unnin fyrir Laugaland og lögð fyrir á næsta fundi.
Og það er hér tillaga að forstöðumann eign- og framkvæmdasviðs ásamt forstöðumann íþróttamannvirkja verði falið að gera tillögur að útfærslu og kostnað að greina tillöguna og málið verði tekið fyrir í framhaldinu í framkvæmd og eignarnefnd í aðdraganda fjárhagsáætlunar gerðar. Ykkur sem vilja taka til máls? Áhugaverðar tillögur og auðvitað algjörar frum tillögur og ég held að væri mjög gaman og fróðlegt að fá ykkur kostnaðartölur um þetta. Skylda sagði þetta er samþykkt samhljóða. Þá eru hér fundagerðir nokkrar. Það er Sorstu Rangárvallasýslu og það er fundagerðir Samtaka orkusveitafélaga, fundagerðir Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, fundagerðir Arnardrangs, fundagerðir stjórnar SÍS og fundagerðir stjórnar félags- og skólaþjónustu og ályktun frá fulltrúafundi Skógræktarfélags Íslands. Þetta er allt hér til umræðu ef ykkur vill. Þá held ég að við séum nú bara að verða komin á lokum. Þetta er nú sennilega, og ekkert sennilega, þetta er næst síðasti reglulegi sveitarstjórnarfundurinn á kjörtímabilinu. Og þannig að ég ætla bara að þakka ykkur fyrir góðan fund og segja þessum fundi slitið.